Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn í boði Jóðum Jóð. Já, og við höldum á stað hérna í taktíkinni. Hingað til mín í setti komið góðan gest, yfirþjálfara yngri flokka hjá Þór Körfubolta. Velkomin Jón Ingi. Takk. Hefur byrjað að segja okkur frá þér sjálfum og þínum bakgrunni í körfuboltanum? Já, ég uppalinn Þórsari og kom í gegnum alla yngri flokkana með Þór og svo fluttist ég til Borgarfjarðar og þar byrjaði ég í rauninni að þjálfa og þjálfaði þar í 6 ár og svo spurðist það til stjórnarinnar að ég væri að hugsa að koma heim aftur og þá ákváðu þeir að pröfa það að ráða mig sem yfirþjálfara yngri flokka. Hvernig að þjálfa þannig í Borgarfirðinum? Varstu að fá marga á hverja æfingu? Já, það eiginlega alveg ótrúlegt sko. Þetta 100 manna skóli eða 100 krakka skóli og það var 80% nemenda voru að æfa íþróttir utan skóla og svo var ég náttúrulega að vinna í skólanum þannig að það var mjög þægilegt fyrir mig að grípa krakkana, bara nú æfing strax eftir skóla og þá mættu náttúrulega allir bara og við náðum að búa til nokkur lið. 80%, þetta alveg magnaður. Ég hef aldrei heyrt þessa tölu sko áður og svona í samanburði við það þá ég sko það eru óstaðfestar tölur á Akureyri en það eru svona cirka helmingurinn af þessum svona 40-50% þar á milli. En það líka svolítið önnur samkeppni milli íþróttagreinanna í bænum. Já, það miklu meir í boði náttúrulega og en þá myndum við kannski halda að prósentin ætti að vera ennþá hærri sko. En við þurfum að gera betur í að lokka krakkana til okkar, hvaða íþrótt sem er. En finnur það eins og líka þessi nálægð sko við skólana, hún hafi skipt máli? Algjörlega, alveg bara höfuðmáli. Og við vorum þarna 2 að þjálfa saman og hann Guðjón Guðmundsson, íþróttakennari, hann með frábært starf í Borgarfirðinum og búinn að byggja þetta upp í mörg ár. Og það hlýða allir gauja þannig að þeir mæta bara á æfingu hann segir og ég svona gekk inn í það bara og krakkarnir mættu. En svo kemur inn á Akureyri til að þjálfa fyrir Þór. Lentir því hreinlega þá að vera með fámennari æfingar hér heldur en þar? Já, í ákveðnum flokkum. Sumir flokkar eru bara dauðir í rauninni. Eða ekki kannski dauðir en það mjög erfitt að halda þeim úti. Og það sérstaklega hjá stelpunum. Og við byrjuðum núna með smá átak í því í haust og það gekk mjög vel. Og nú þurfum við bara að byggja á það, fjölga. Einhver svona sérstök áherslu markmið öðru hvoru megin að reyna að fjölga þá í ákveðnum árgangum eða meira áherslan á að reyna að fjölga þá stelpnamegin heldur en strákamegin eða hvernig það? Það náttúrulega meira pláss til fjölgunar í stelpumegin, alveg klárlega. Og sérstaklega 7. bekk, 8. bekk, 9. bekk, þar má alveg fjölga duglega. En strákarnir aftur á móti, það eru stærri hópar þar í 7. og 8. bekk. En við þurfum náttúrulega bara að byrja samt fyrr. Við þurfum að fá krakkana inn 1., 2., 3. bekk til þess að þau nái bara að byggja sig upp og fá öryggi í þessu og halda þessu áfram. Því það getur verið svolítið erfitt að koma inn í þetta þegar þú ert orðinn kannski 14 ára sko. Finnurðu það eins og velgengni meistaraflokksins að hún skipti máli fyrir iðkendafjöldan í yngri flokkum? Já, hún skipti klárlega máli og það að fyrir krakkana að hafa góða fyrirmynd, það bara lykilatriði. Þannig að núna eins og meistaraflokkur komin upp í Dominos, þetta hefur þá eitthvað að segja? Ja, algjörlega. Ertu strax farin að sjá þessa fjölgun kannski hjá strákamegin kannski helst? Já, sko ég byrjaði náttúrulega síðasta haust sko, þannig að maður fekk svona pínu í hendurnar bara það sem átti að gerast, skilurðu, þess að maður hafði lítil áhrif á þetta, en maður kannski sér það núna næsta haust þegar við erum komin í Dominos að þá kannski koma fleiri. En þegar maður með lið líka í einu af þessum stóru greinum, íþróttagreinum sem að keppa í efstu deild, í yngri flokkastarfið, það skiptir miklu máli að það sé að styðja við meistaraflokkinn. Já, algjörlega. Og við þurfum að fá krakkan okkar á leikina og við vorum duglegir það í vetur að fá þau til að leiða inn á völlinn og svona tengja þau aðeins við meistaraflokkinn meira og þau hafðu afskaplega gaman af því. Sérstaklega þessir yngstu, 11 ára og yngri og við fundum fyrir því að það var að stórauka áhugann hjá þeim.
samstarfið þarna á milli, meistaraflokks og yngri flokka, er eitthvað gat þarna á milli eða eru þið að vinna saman að því að móta inn einhverja ákveðna leikmenn í einhverja ákveðna stöður eða Nei, það er ekki þannig. Við náttúrulega þegar þú byrjar að æfa þá bara ertu partur af liðinu þínu og en svo kannski þegar þú ert orðinn eldri að þá einhver verður leikstjórnandi og einhver verður sendirinn skilurðu sem oftast sá sem stærstur sko. En það er ekkert svona plan sko að þú verður þetta eða þú verður hitt, það er ekki þannig sko. Nei, og ekki kannski heldur verið að móta eftir einhver ákveðnu kerfi eða taktík Þór spilar svona típa körfubolta. Nei, það er ekki komið allavega. En ég með ákveðnar hugmyndir það hvað væri hægt að gera og þá þjálfa það alveg upp alla yngri flokkana. En við höfum ekki látið reyna á það ennþá. En hvað með svona eins og hugafar, við hugsum ekki bara taktík inn á vellinum, heldur að þjálfa upp hugafar. Hvernig er það gert í körfuboltanum hjá Þór? Já, það er náttúrulega bara jákvæðni fyrst og fremst og reyna að byggja það upp að krakkarnir séu duglegir og það þarf að vera gaman á æfingum og þau þurfa að sjá markmiðið sín skilurðu. Við setjum eitthvað markmið af því að öll liðin eru sett í riðla, styrta riðla og svona markmiðið okkar að reyna að vera í efri hlutanum að sjálfsögðu. En það er alltaf ekki alltaf hægt, en náttúrulega fyrir hvert mót þá er alltaf markmiðið að fara upp riðil og vera eins og ofarlega hægt er. En fyrst og fremst þarf þetta að vera gaman, annars nennir ekki neinu, það er bara svoleiðis. En svo maður séð sko ákveðna árganga að koma þarna og vera virkilega sterka og til dæmis þessi árgangur sem að koma núna upp í meistaraflokkin, ótrúlega öflugur, en svo einhverja sveiflur í þessu líka. Já, en árgangurinn sem að koma núna, í rauninni meistaraflokkurinn okkar núna, eins og staðan er akkurat í dag, að þá er það ungu strákarnir hans Gústa sem að koma og þetta eru margfaldir Íslandsmeistarar í yngri flokkum og það er svo margt sem spilar inn í þarna, það er náttúrulega frábær þjálfun sem fá mikið utanumhald og foreldrarnir koma og standa við bakið á strákunum sínum í sportinu, allir. Og þegar þú styrkir börnin þín svona vel og ert með góða þjálfun, að þá gerast bara góðir hlutir. Þetta er væntanlega eitthvað sem þú myndir vilja sjá í hverjum einasta árgangi? Já, þetta þurfum við að sjá alls staðar og ekki bara við, káa, fótboltinn, bara allir, skilurðu, þú þarft að styðja börnin þín í því sem þau eru að gera og því sem þeim finnst skemmtilegt. Og þá sérðu árangur. Þarna sérðu þetta eru margir þættir líka sem koma saman. Það er ekki bara þjálfunin heldur það líka, það eru foreldrarnir og það er andinn í iðkendunum sem er komin hérna saman og þetta er það sem að yngri flokkastarfi snýst um. Þú þarft að ná þessum þáttum öllum saman í rétt átt. Já, og svo náttúrulega ofan á þetta koma svo hæfileikar, skilurðu, og þarna er hæfileikar ríkur hópur og úr því verður meistaralið. En erum við ekki farin að sjá þessar sveiflur aðeins minnka í körfuboltanum? Er ekki að koma svona stöðugri flokkar hérna í yngstu krökkunum? Jú, þetta er alltaf uppleið hjá okkur og við erum með hóp af mjög öflugum þjálfurum og sem vilja gera vel og við þurfum að núna verkefni næsta vetrar verður að virkja foreldrarna ennþá meira til að koma að starfinu og já, það er svona, við byggjum þetta hægt og rólega upp sko. Með því ætlum við að kíkja í smá hlé en við höldum áfram eftir það. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn er í boði Jóð Mjóð. Við höldum áfram að ræða körfubolta hér í taktíkinni. Jón Ingi, það eru fleiri verkefni á borðinu hjá körfuknattleiksdeild í yngri flokkum hjá Þór heldur bara þessar hefðbundnu æfingar. Já. Við erum með sumarskólan okkar í gangi núna. Hann byrjaði núna 5. júní, þar sem við æfum 4 sinnum í viku og mánudag til fimmtudags. Og svo verðum við með körfuboltabúðir. Og það er vikuprógramm þar sem við fáum Arnar Guðjónsson, þjálfara Stjörnunnar, bikarmeistara Stjörnunnar til að koma og vera yfirþjálfara ásamt fleiri góðum mönnum og skráning er náttúrulega löngu hafin og gengur svona þokkalega og þetta er í fyrsta skipti sem við höldum þetta þannig að þetta verður minna en okkur langar en þetta mun verða á endanum mjög gott fyrir okkur. Hvernig verða þessar körfuboltabúðir? Hver er dagskráin? Dagskráin er einfaldlega þannig að krakkarnir mæta í morgunmat klukkan 8, svo er æfing klukkan 8:30
Svo fá þau, sem já, væntanlega 1,5 tími, eitthvað svoleiðis, þar sem við gerum ýmsar svona tæknidrillur. Svo fara þau í morgunhressingu 11-leytið og svo fræðsla já, mataræði og ýmislegt annað. Hugarfar og jafnvel háskólakörfuboltann hafa nú ekki alveg komið á hreint síðast ég vissi, en við erum að leita að því að fá sem sagt fræðslu það hvernig þú kemst inn í háskólaboltann. Og svo önnur æfing strax á eftir, svo verður farið í styrktaræfingar í sundi og svo spilaæfing kvöldið og æfingin já, dagskráin búin svona 8:30. Maður tekur eftir þetta styrktaræfingar í sundinu, það er þetta til þess að nýta aðstöðuna sem fyrir hendi eða hvað færðu sérstaklega með því? Já, við erum að leita bara fjölbreytileika í rauninni, þannig að þau séu ekki alltaf á gólfinu og alltaf með boltann, pröfu eitthvað nýtt og við erum með frábæran þjálfara sem styrkir okkur í þessu og svo náttúrulega bara njóta sumarsins og gera þetta svolítið skemmtilegt skilur, fara í sund og nota þessa frábæra sundlaug sem við eigum og já. Þetta sko, það ein vika þarna núna í þessum körfuboltabúðum og þú hefur krakkana næstu allan daginn bara eins og í skólanum. Já, meira í rauninni. Meira, já. Þetta er eitthvað sem maður myndi væntanlega vilja gera meira af yfir árið, ekki satt? Já, jú, en ég held að það sé nú samt bara pláss einu sinni á ári fyrir svona og þeir hafa verið að gera þetta frábærlega hjá Vestra á Ísafirði og við erum í rauninni svolítið að reyna að fara í skóna þeirra sko. En og líka náttúrulega bara auka áhugann almennt, auka tækifæri fyrir krakka á landinu til að koma og spila körfubolta. En hún hlýtur að vera gríðarlega mikil samkeppni á sumrin, hún er mikil svona allt árið kring en á sumrin hlýtur hún að vera ekstra mikil. Já, fótboltinn tekur náttúrulega sitt og við berjumst restina og við erum náttúrulega, sko þetta verður náttúrulega alltaf að vera samstarf. Fyrst og fremst, finnst mér, eins og bara hjá Þór, fótboltinn, handboltinn, karvan, við verðum að vinna saman að því að bara fá sem flesta inn í félagið og inn í okkar íþróttir og halda vel utan krakkana. Og það sem að þú gerir í raun þarna, þó þetta heiti körfuboltabúðir, að fá krakkana sem að æfa fótbolta þarna inn í þessa viku hlýtur að skila sér beint inn í fótboltann. Þarna sjáum við þjálfun eins og mataræði og á alls konar þáttum sem að hjálpa þér í fótbolta eins og körfubolta. Já, bara lífinu í rauninni. Þetta er bara hugafar og læra að leggja sig fram í rauninni. Fyrirlestarnir sem eru í þessum körfuboltabúðum, er þetta eitthvað svona sem að þú myndir vilja bæta við á þjálfun allt árið kring? Sko við erum að senda það eins og til dæmis þjálfarana okkar á ýmis námskeið og þeir náttúrulega miðla sínum upplýsingum til krakkana en við höfum ekki verið að fara í svona skipulaða fyrirlestra hjá okkur fyrir krakkana en við stökkum á allt sem að IBA kemur með og fleiri. Þjálfunin í þessum körfuboltabúðum, er hún einstaklingsmiðuð? Já, ég myndi segja það. Við erum að fara í tækniatriði og svo náttúrulega svona grunnvarnarvinnu, hvernig þú vinnur innan liðs í vörn og annað og eins í sókn, en það er engin svona, við erum ekki að kenna einhver ákveðin leikkerfi, við heldur kannski meira hugsunarhátt og slíkt. Aldurinn á þessu námskeiði, þessu skipti eitthvað upp? Já, þetta er 9 til 14 ára og svo eigum við eftir að raða því í væntanlega 2 eða jafnvel 3 hópa eftir því hvernig skráning verður. Er þá skipt eftir getu eða kyni eða hvað? Þá skiptum við eftir aldri fyrst og svo myndum við skipta eftir kyni. Þessi sem verða með fyrirlestra á þessu námskeiði og aðrar æfingar eins og sundæfingarnar, þarna er það að vinna með öðrum íþróttum, eru fleiri íþróttir sem koma inn í þetta? Kemur fótboltinn eitthvað inn í þetta hreinlega? Já, Donni kemur inn í þetta, hann verður með fyrirlestur hjá okkur og hann kemur svo sem ekkert að þjálfurinni beint en kannski hugafarinu meira. Er þetta eitthvað svona sem að líka mætti gera meira af í fleiri íþróttum að senda krakkana í einhverjar aðrar íþróttir eins og þarna senda þau í sundið sem hluta af körfubolta? Já, algjörlega og frjálsar íþróttir. Dans, ég hef alltaf haft sterkar skoðun á dansi þó ég dansi nú ekki mikið sjálfur en dansinn kemur mjög sterkur inn út af jafnvægi og fótavinnu og fótavinna er eitthvað sem er mjög mikilvæg í körfubolta. Það hlýtur að þurfa fleiri en einn þjálfara þegar ekki svo á körfuboltan sjálfan til þess að halda utan fjöldan? Já, í búðurum? Jú, við erum með einhverja 6 þjálfara og þannig að þetta verður hörkuprógram.
6 þjálfarar, hvað eru margir þjálfarar svona almennt hjá Þór? Já, við erum svona 7, eitthvað svoleiðis. Þannig að það allir með? Já, en við erum að fá sko utanaðkomandi menn til að koma og vera með okkur í þessu sko. Bjarki Odds sem var hérna, hann náttúrulega var hérna í meistaraflokki og upp alla yngri flokka og er í Fjarðabyggð núna og er að byggja upp frábært starf þar. Hann kemur og verður með okkur. Lárus, meistaraflokksþjálfari verður, ég verð og Halldór úr Fjölni verður og svo náttúrulega Arnar, hann verður líka. Þannig að þetta verður hörkuprógram. Verður eitthvað svona í lokin, verður eitthvað mót þá eða hvað verður gert? Þá verður svona sérstakur dagur þar sem við förum í alls konar þrautir og keppni og endum þetta á kvöldvöku. Fáum skemmtikraft til að koma og halda smá ball fyrir krakkana og þannig að þetta verður rock and roll allan tíman. Frábært. Með því ætlum við að kíkja yfir í örstuttar auglýsingar. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós. Gallabuxur í flottu úrvali. Þátturinn er í boði Jóð. Já, og við siglum inn í síðasta hlutan á þessum þætti. Jón, þú ert ekki búinn að vera í ár sem yfirþjálfari yngri flokka en þú hlýtur að vera með dálítið svona sterkar hugmyndir það hvernig þú vilt gera þetta fyrir næstu ár og eitthvað plan eða hvað? Já, ég er svona vonast til að komast í samstarf við Akureyrarbæ með yngstu krakkan okkar af því að ég veit að þessi tími eftir hádegi í skólunum er oft svolítið erfiður og þannig að mér langar að koma á körfuboltaæfingum upp úr 1 á daginn í skólunum þar sem við getum bara verið í Glerárskóla til dæmis með krakkan úr Glerárskóla og svo erum við í Síðuskóla líka og Naustaskóla og þar sem krakkarnir geta mætt á æfingu og bara klára sinn pakka og mætt svo heim til sín hress og kát. Þetta hlýtur að vera eitthvað sem að foreldrum líst ágætlega á að þurfa ekki að skutla á milli. Já, mér líst mjög vel á þetta sem foreldri sko, þannig að ég held að þetta hljóti að vera bara mjög gott í eyru foreldra að fá að heyra svona. En svo líka þegar maður að hugsa sko aðrar íþróttagreinar, að binda þetta við körfuboltann, myndi maður ekki vilja sjá líka bara fleiri íþróttagreinar að gera eitthvað svipað? Að sjálfsögðu. Og þetta væri mjög þægilegt fyrir foreldra og fyrir bara alla, held ég, sem koma að þessu þarna inn. Nú er körfuboltinn Þórsmegin og KR ekki með neitt körfubolta þannig að körfuboltaliðið á Akureyri það er Þórsliðið. Finnurðu fyrir því að það séu einhverjir sem veigri sig fyrir því að fara í körfuboltan út af þessu? Já, ég finn mjög sterkt fyrir því. Sérstaklega ég fann vel fyrir því þegar við fórum í Naustaskóla í vetur. Þá fórum við í frístund og mættum þar í 5 vikur. Og þá þurftum við svolítið að passa okkur á því að tala ekki of mikið Þór því að krakkarnir voru snöggir að urra á okkur. Þannig að þegar þú værir að fara í þessa skóla, þú myndir sjá dálítið mun eftir í hvar... Já, en svo er þetta náttúrulega bara gaman sko. Þetta er íþrótt eins og hvað annað og þau eru fljót að gleyma þessu ef það er stuð á æfingu sko, þá skiptir það í rauninni engu máli. Nei, í rauninni samt sko, skiptir þetta bara engu máli ef við hugsum út í það. Þetta er bara merki á búning. Já, þetta er bara merki og litur. En það er einmitt, maður hugsar það sko, að þetta er eini staðurinn sem getur eftir þessa íþrótt, þannig að krakkarnir séu kannski að velja íþróttir út frá félagi en ekki út frá því hvaða íþrótt þau vilja stunda. Það er ekki alveg nóg. Byrjar þetta ekki alltaf bara þannig að þú sendir barnið þitt á æfingu þar sem er þægilegt fyrir barnið þitt að fara, skilur. Ef það er stutt að fara þá fer barnið þitt bara þangað. Og ef þú býrð í K-hverfinu þá er K með æfingarnar sínar þar, styst fyrir börnin að fara á æfingu hjá K og eins út í Glerárhverfi, styst að fara til Þórsaranna. Þannig að þetta er held ég bara, þetta er ekkert flóknara en það sko. Nú er dreifingin á körfuboltaliðunum landið, hún er svolítið, þetta er ekkert á öllum stöðum öflug körfuboltalið. Hérna fyrir norðan eru með 2 sterk vígi, Tindastóll og svo Þór. Sérðu fyrir þér eitthvað samstarf á milli, eða er eitthvað samstarf á milli? Það er samstarf í yngri flokkum hjá stelpunum. Þar er 10. flokkur kvenna og vonandi verðum við áfram, eða höldum við því áfram næsta vetur með þá stúlknaflokkinn. Þær eru gríðarlega sterkar. Hvernig virkar svoleiðis samstarf því nú er nú ekki sérstaklega stutt á milli? Nei, það er bara keyrt á milli. Það er bara svoleiðis. Það er ýmislegt gert fyrir íþróttina? Já, við erum ekkert að kvarta yfir því. Það er bara, við reddum okkur.
En hvaða aldur það þá sérstaklega? Það kannski ekki alveg yngstu krakkar sem að keyra Nei, það frekar þegar þú ert orðinn eldri, sko. Já. Og ef það eru göt hjá öðru félaginu þá reynt að redda því ef það hægt. Hvernig með aðstöðuna hjá Þór í körfuboltanum? Þetta hefur verið dálítið á víð og dreif hérna Já, við höfum verið að æfa í höllinni og í Glerárskóla og síðuskóla. En það og heldur væntanlega þannig eitthvað áfram. Því að það bara baráttan tíma og allir vilja náttúrulega bestu tímana, þannig að við þurfum að færa okkur til bara. Það ekki ókostur? Jú, en það samt ekkert við því að gera, skilurðu, við bara reynum að græja þetta eins vel og hægt og svo röðum við svona alltaf upp eftir því hvenær þjálfarar komast og hvenær húsið er í rauninni laust og þannig að það sé ekki mikið árekstra. En það svona myndast kannski ekki alveg þessi heimavöllur þegar maður er að æfa á mismunandi stöðum og svo spila á einhver ákveðnu staði? Nei, jú, höllin er náttúrulega okkar heimavöllur, sko, en í yngri flokkunum þá hefur það verið Glerárskóli. Og við sem höfum farið upp alla yngri flokka, við tölum alltaf Mekka körfunnar á Akureyri er í Glerárskóla. Og Glerárskóli er að fá frábæra yfirhalningu núna, það hefur verið að græja hann og gera hann betri. Skipt gólf og það eru komnar nýja körfur og það verið að laga þakið og ýmislegt. En svo heimavöllurinn, hann er höllin og þá þarf að fara yfir ána, er það ekkert skrítið? Nei, það er bara fínt. En svona næstu skref í Þór körfubolta, iðkendafjöldinn, hann er að fjölga svona jafnt og þétt? Já, hann er á uppleið. Og hvernig sjáum við þetta áframhaldi? Heldur hann bara áfram að fjölga en það þarf væntanlega að hafa eitthvað fyrir því? Já, við höldum áfram og þetta prógram í skólanum, það myndi fjölga hjá okkur, alveg pottþétt. Og svo náttúrulega bara með Dominos-deildinni þá fjölgar líka og þannig að við höldum bara áfram að byggja. Hvernig því tekið innan Þór þegar verið að tala að dreifa iðkendum? Eru menn alveg tilbúnir að vinna saman? Já, þeir eru alveg tilbúnir í það. Það er bara eina sem við þurfum að passa í rauninni er að fótboltinn og handboltinn, karfan, að við séum ekki með sama árgang á sama tíma, sama degi, þannig að krakkarnir eigi séns á því að æfa allar íþróttir. Nú sjáum við eins og í kvennaliði, það er Þór Káa handboltinn, það er Káa Þór kvennamegin. Myndu vilja sjá Káa koma eitthvað meira inn í þetta eða hvernig? Inn í körfuna? Er ég kannski allt og gróður þarna? Sko, ég er nú ekkert þannig, ég á marga góða vini í Káa og ber engan kala til Káa. En þú veist, og að sjálfsögðu viljum við fá krakka alls þar að í okkar góðu grein, sko. Já. Því nú eru til dæmis körfur í Káa heimilinu? Já, það eru komnar þar og það eru flottir vellir líka eins og við Lundarskóla og við Naustaskóla. Og já, þannig að þau kunna alveg að spila körfubolta þar. En það eru körfuboltabúðir núna, framundan, það er svona helsta verkefni sem er Já, það er aðalverkefnið okkar núna með sumarskólanum. Það eru körfuboltabúðirnar og keyra þær vel í gegn og svo er það bara haustið. Frábært. Takk kærlega fyrir komuna í settið, Jón Ingi. Og fyrst við erum að tala Þór, þá er nú rétt að minna á það hérna í lokin á minningarsjóð Baldvins Rúnarssonar sem við hvetjum alla til þess að kynna sér. Taktíkin er komin í smá sumarfrí í júlí. Við ætlum þó að sýna mjög vel valda þætti. Viðtal við Söndru Maríu Jessen, Röggu Runóls, Þorgrím Þráinsson og Ólaf Stefánsson. Þannig að það hefur verið nóg af taktík í júlí samt. Svo kemur glænýr þáttur í ágúst. Sjáumst þá. Komdu og sjáðu vorlínuna frá Bertoni. Þátturinn er í boði Djós.